Sæl, hjartalega velkomin á þennan fund. Mig langaði að við erum með þennan fund hér vegna þess að það hefur staðið yfir athugun á húsnæði Garðasels, eins og við þekkjum. Úttektin sem við fórum í á húsnæði Garðasels í rauninni hluti af mun stærri úttekt sem að Akraneskaupstaður ákvað að ráðast í á öllu húsnæði kaupstaðarins og við höfum fengið ýmiss konar niðurstöður út úr þeirri greiningu sem hefur kallað á það að við höfum þurft að bregðast við og fara í úrbætur á húsnæði. Ég get sagt strax hér í upphafi þessa fundar sem við munum síðan fá betur kynnt hér á eftir að niðurstaðan hefur fyrir Garðasel sem betur fer verið í rauninni betri en við höfum fengið svona almennt séð hjá okkar stofnunum. En markmið þessa fundar að kynna niðurstöður úttektar verkís sem var falið að gera þessa úttekt á starfsemi leikskólans og við rauninni vinnum þá eftir öllum ábendingum sem við höfum fengið frá stjórnendum hvað megi skoða betur og almennt hjá stofnunum bæjarins þá höfum við fengið ábendingar í rauninni ákveðna ágalla sem að snerta á viðhaldsþætti hjá okkur. Í sumum tilfellum áhyggjur af rakavandamálum. Það er hins vegar í þessum tilfellum erum við að horfa á ábendingar sem snerta til dæmis viðhaldsþættina sem við erum að vinna með. Og nú liggur fyrir lokaskýrsla og mun Indriði Níelsson, byggingaverkfræðingur hjá Verkís, kynna niðurstöðunar hér á eftir. Með honum til halds og traust ef að spurningar koma hér á eftir Sævar Þór Jóhannsson sem að gæti komið inn í fundin ef að spurningar berast sem að fara í svona nánari dítela hvað var eða nánari smáatriði sem að snerta þessa úttekt. Jafnframt mun Ingunn Ríkharðsdóttir, leikskólastjóri Garðasels, vera með kynningu. Og við viljum leyfa ykkur foreldrum barna í Garðaseli að fá nú þegar aðgengi að þessum niðurstöðum, bæði með þessari kynningu sem að við verðum með núna og fá tækifæri til að spyrja bæjaryfirvöld og sérfræðinga hjá Verkís spurninga. Þetta hefur reynst okkur vel og viljum halda því áfram fyrir allar stofnanir okkar. Það verður tilbúin skýrsla og hún í fullri lengd verður aðgengileg á vef Akraneskaupstaðar strax að fundi loknum. Bæjarstjórn hefur lagt áherslu á að setja heilsu fólks í forgang og við munum gera okkar allra besta til að tryggja að svo verði áfram. Sem fyrr mjög mikilvægt að taka enga áhættu með börnin okkar og mikilvægt að þið foreldrar séu vel upplýst. Og ekki síður mikilvægt að búa starfsfólki okkar góðan aðbúnað í mannvirkjum kaupstaðarins. Og ég vil auðvitað bara þakka öllum sem hafa komið að þessari vinnu. Hún búin að vera viðamikil sem snerti stofnanir og sömuleiðis munið þið sjá að úttektin sem var unnin á Garðasel sömuleiðis viðamikil þó að upplýsingarna sem við fáum séu að gefa okkur góðar væntingar að hér erum við að vinna með minni vandamálin oft höfum séð áður. En næstur tekur til máls Indriði Níelsson hjá Verkís. En í kjölfar Indriða mun Ingunn Ríkharðsdóttir koma upp og fara yfir það helsta sem að blasir við frá sjónarhóli leikskólastjórans. Undir lok fundar þá vil ég gefa ykkur tækifæri til þess að spyrja spurninga og koma athugasemdum á framfæri. Þið gerir það með því að velja svokallaðan chatglugga eða spurningaglugga sem fyrir framan ykkur efst í hægra horni ef ég man rétt og þið getið í raun spurt spurninga jafn óðum og fundurinn í gangi bara ef að spurningarna verða til þegar að hlusta á einhverja framsögu. Þannig að endilega setja þær fram
á meðan við munið eftir einhverju sem að gæti farið úr kolli ykkur síðar á fundinum. En við munum svara spurningunum í lokin, þannig að þetta safnast bara upp og engar spurningar tapast, þannig að þetta kemur allt saman hérna inn til okkar. Ég minni á að fundurinn mun ekki standa lengur en til 20:55, því að við erum með annan kynningafund fyrir Vallasel sem fyrirhugað klukkan 21. Þannig að ég mun reyna að stýra þessu þannig að við náum að ljúka þessu í tæka tíð. Þannig að ef þið eru með ábendingar eða spurningar sem ekki hefur verið svarað í lok fundar, bendum við ykkur á að senda þær til stjórnenda leikskólans sem munum svara þeim við fyrsta tækifæri og við verðum með hér gott fólk okkur til hals og traust til þess að styðja við þau í því ferli. Sömuleiðis hér mér á vinstri hönd og væntanlega eru að horfa á hann. Hér ykkar á hægra megin er hann Alfreð og hann verður hérna til þess að svara sömuleiðis spurningum sem að gætu snert og framkvæmda þættinum. En nú kynni ég Indriða til leiks. Gjörðu svo vel, Indriði, þú mátt taka boltann. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið sæl öll sömul. Sjá allir skjáinn. Já, hann komin upp. Flott. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur aðeins ástandsskoðanakerfi verkís. Og þannig að þau gögn sem þið fáið í hendurnar að þið kunnið að lesa úr þeim gögnum sem þið fáið í hendurnar. Nú situr allt fast hérna svona. Fyrst þá mun ég fara í þessa almennu kynningu og skilgreiningar á því skoðanakerfi sem við notum. Næst mun ég fara í yfirferð og skýringu á helstu atriðum sem byggingin fær til meðhöndlunar og það eru þá þessi niðurstöður og samantekt. Í þriðja lagi svo heildarskýrsla eða heildarlisti úrbóta fyrir iðnaðarmenn og Akraneskaupstað sem verður aðgengilegur þá á vef bæjarins en við förum í rauninni ekki yfir það en það allt of viðamikil skýrsla til þess að fara yfir hér. Skoðunarferli það þannig að fyrsta skrefið ávallt að við öflum okkur upplýsinga frá verkkaupa. Þetta gríðarlega mikilvægt skref. Við merkjum inn á grunnmyndir þar sem viðkvæmir starfsmenn eða þar sem óþægindi hafa verið kynnt. Allar upplýsingar sem við getum fengið og hjálpa til við rannsóknina af hennu góða. Því næst við tilbúnir að framkvæma svokallaða ítarlega byggingaskoðun. Þar förum við sérstaklega yfir öll tilkynnt rými og þar ekki hefðbundin skoðun, heldur leitað að sérstökum orsökum. Í öðru lagi farið yfir öll eftirfarandi rými. Það farið yfir alla útveggi, öll votrými og alla staði sem geta reynst byggingar eðlisfræðilega veikir með tilliti til byggingatíma hússins. Í þriðja lagi svo skýrslan skrifuð og í einhverjum tilfellum þá grunnsalegir staðir og óskað eftir frekari opnunum eða jafnvel sýnatökum ef við teljum þess þurfa. Sýnatökur hins vegar þannig að það ekki þörf á þeim þegar við sjáum að við erum með skemmt gamalt byggingarefni, heldur mælum við með því að það eigi að fjarlægja skemmt byggingarefni. Sýnatökur notaðar þar sem vafi eða grunur vaknar skemmdir eða þær verða ekki staðfestar með öðrum hætti. Sýnatökur má svo einnig nota til tegundagreiningar. Ítarlega byggingaskoðunin, hún gengur út á 4 liði.
Það er ástandsgráða, afleiðingar skemmda, áhætta og forgangur aðgerða. Allt er þetta, alla þessa þætti notum við skilgreiningu og ástandsgráðan er þannig skilgreind að einkunnina 0 fær í rauninni bara nýr byggingarhluti. Einkunnina 1 fær byggingarhluti sem er bara í mjög góðu lagi. Þegar við erum komin í einkunnina 2 þá erum við komin í hlut sem þarfnast viðhalds. Byggingarhlutin, hann getur verið skemmdur vegna lélegs viðhalds. Það getur verið rangt viðhald sem hefur skemmt út frá sér eða að viðgerðir eru orðnar mikilvægar án tillits til stærra samhengis hvers verkefnis. Þegar við erum komin í einkunn sem er 3, þá erum við komin í heildarendurnýjun. Í sumum tilfellum merkjum við jafnvel inn ó og þá er það óþekkt ástand og þá óskum við eftir því að það verði opnað frekar þá með iðnaðarmönnum. Þegar við erum búinir að skilgreina ástandsgráðu, þá þurfum við að skilgreina afleiðingar skemmdana. Þar sem þetta er norskur staðall, þá sem að gengur út á almennt viðhalds, þá þurfum við að skoða öryggi, heilsu, ytra umhverfi, sýnileika skemmda, orkunótkun og svo framvegis. En þegar við erum að skoða rými eins og skóla og erum að skoða innanhús, þá látum við öryggi og heilsu barna og íbúa vega langmest. En afleiðingar skemmda eru skilgreindar þannig að einkunnina 0 eru engar afleiðingar, 1 er þá litlar eða meðalafleiðingar, afleiðingar skemmd upp á 2 eru þá verulegar afleiðingar, eða afleiðingar skemmd upp á 3 eru alvarlegar afleiðingar. Þegar við erum búin að skilgreina það, þá þurfum við að vega og meta áhættu. Og það er mikil, meðal eða lítil áhætta fyrir hvern lið. Og þegar við erum búinir að því, þá getum við farið að skoða forgang aðgerða. 1 væri þá mesti forgangur, 2 er meðalforgangur og 3 er minnsti forgangur. Þetta er í rauninni einkunn sem hjálpar Akraneskaupstað einungis til þess að forgangsraða aðgerðum hverju sinni. Þannig að svona lítur þá hvert einstakt atriði út. Hérna kemur þá í rauninni mynd af gallanum. Ástandsgráðan, hún kemur þá hérna inn. Afleiðing skemmdana hérna. Áhættan kemur hérna og forgangur aðgerða hérna. Auk þess skrifum við stutta lýsingu á því sem er að og jafnvel hvernig má bæta. En þetta er í rauninni að mestu leyti vinnuskjal sem að iðnaðarmennirnir og Akraneskaupstaður fá og er unnið í samvinnu við þá. Þannig að svona vinnum við og núna ætla ég að hlaupa beint í jarðaselið. Og það er hérna. Svona.
ég vil taka það fram að þessi skoðun sem við framkvæmum, hún er svona nálarauga skoðun. Og þetta er svona dæmigerður athugasemdalisti sem við fáum frá íbúum. Við fáum svona nokkra krossa hér og þar og svo þegar við erum búin að fara yfir þetta með 2 manneskjur í jafnvel sólarhring, þá lítur þetta svona út. En þetta er bara fjöldi athugasemda. Þetta þarf ekki að þýða það að við séum með allan skólann rauðmálaðan og í slæmu ástandi. Þetta eru einungis merki það að það er töluvert í skólanum. Það er komin tími á töluvert viðhaldi í skólanum. En almennt þá þarf að yfirfara eftirfarandi. Það þarf að yfirfara rakaskemmdar loftaplötur. Það þarf að yfirfara suðuþræði í góldúk. Það þarf að yfirfara frágang góldúks við hurðarkarma, kýtti við salerni og vaska, hreinsa niðurföll og frágang í kringum þurrkskápa. Þessi almennu atriði eru svona veigalítil en þau bera upp í rauninni langflestar athugasemdirnar sem við erum að horfa á. Það eru hins vegar 3 atriði sem við setjum í fyrsta forgang. Það er að opna við þakgluggann í andirinu. Það eru viðgerðir á einum stað í eldhúsinu og viðgerðir við inngang. Og viðkomandi númer eru tilvísanir í skýrslu til iðnaðarmannanna. Ég ætla að sýna ykkur að þennan þakglugga, að hérna sjáum við í rauninni lið 1.1 að við erum með leka, ekki bara í þakglugganum, við erum með leka inn með botnstykkinu á glugganum, við erum með að raka þarna undir góldúk og hérna sjáum við að við erum með ástandsgráðu 2, við erum með afleiðingar skemmda í 1. Ástæðan fyrir því er að þetta eru kannski ekki mikil íverurými þarna, áhætta lág og forgangur 1. Raki mælist í gólfi meðfram glugga og undir ofni. Skúringarlistir eru lausir frá, veggur er bólginn en dúkur er ekki laust. Þetta viljum við láta gera við sem fyrst og þetta tengist öðru atriði sem að kemur fram við utanhússkoðun og við sjáum kannski betur þá. Annað atriði sem við viljum láta skoða, það er laus dúkur og raki við hurð í eldhúsi sem að við viljum láta fara í sem fyrst. Laus dúkur, raki mælist við hurðina og þarna eru við með ástandsgráðu 2, afleiðingar skemmdar á 2 áhættu meðal og við viljum ráðast í þetta sem fyrst. Þriðja atriðið snýst svo bæði hugsanlega leka undan vegg og rakaskemmd í loftaplötu og við þurfum bæði að kíkja þarna undir loftaplötu, undir góldúkinn og inn í vegginn á þeim stað sem að örinn og blái ringurinn vísar á. Og það eru þessi 3 atriði sem við þurfum að ráðast í sem fyrst. Annars eru hefðbundin atriði bera nokkuð þess efnis að
Við erum bara með venjulegan skóla sem er svona nokkuð farinn að láta á sjá. Hérna svona dæmi eitt venjulegt atriði. Við erum með spónaplötur í vegg sem eru bólgnar og skemmdar eftir raka. Þarf að fjarlæga. Timburlistar henta ekki. Í öllum 3 hvíldarrýmum eru spónaplötur og timburlistar, en einungis í hvíldarrýminu í miðjunni eru sjáanlega skemmdir veggjaplötur. Við þurfum að kíkja á þetta, en þetta er þurrt og en engar sjáanlegar, ekkert aðkallandi. Þarna fáum við svo þurfum við að breyta til fjarlægja og endurnýja skúringarlista undir bréfaþurrkum, meta við opnun hvort nauðsynlegt sé að opna vegg frekar. Þegar við þúum okkur hendurnar og þurrkum okkur á pappírnu þá vill vatn leka hérna niður vegginn og niður drýpur eins og sjáið á skúringarlistan. Stundum þolir skúringarlistin þetta og stundum ekki. Við viljum fjarlægja og endurnýja þessa skúringarlista undir þessum bréfaþurrkum og meta þá ástandið undir skúringarlistunum á veggnum hvort að tilefni sé til þess að fjarlægja eitthvað meira úr veggjónum. Auk þess þá viljum við setja betri vatnsvörn á veggina, annarkvort er það gert með flísum eða einhverjum öðrum hætti. Því næst förum við ástandsskoðun utanhús og hún lítur svona út. Þetta snýst að megninu til þessa þakglugga ásýnd hérna, en þetta er meira svona hefðbundnar þéttingar. Þessi frágangur og hérna undir þessi sjáiði sami staður og við vorum með áðan. Og hérna setjum við því inn sem er óskoðað, en hérna þurfum við að kíkja undir eða skoða betur. Og yfirfara frágang á flastningum og þéttingar og gluggalistum. Þetta þarf allt að gera betur og ákveða í samvinnu við Akraneskaupstað hvaða hátt þetta verður leyst. Hvort að það eigi að reyna að laga þetta eða hvort þetta eigi að reyna að endurnýja þetta bara. Þetta var svona stóra vandamálið. Við vorum með hávaða í loftræsingu hérna. Við þurfum að yfirfara allan frágang í kringum þennan glugga og það þarf að skoða það. Samantektin er þannig að mestuleyti hefðbundin viðhaldsmál. Það eru 3 forgangsatriði sem Akraneskaupstaður þarf að ráðast í sem fyrst og það er farið í framkvæmdir í samvinnu við alla aðila hvað varðar skipulagningu. Þannig að þá er þetta komið frá mér. Og bara hleypa af stað spurningum. Já, þá er ég Indriði áður en að við tökum við spurningum, þá ætla ég að kynna fyrst til leiks Ingunni Ríkharðsdóttur, gjörðu svo vel. Já, góða kvöldi. Ég ætla nú að byrja við að fá að þakka Akraneskaupstaðinn og aftur fyrir þetta
frumkvæði að fara yfir alla stofnanina sínar með svona vönduðum hætti, gagnsæjum hætti og síðan að birta alla niðurstöður. Það ekki sjálfgefið og bara takk fyrir það. Það hluti af því að vera vissum að maður sé í góðu vinnuumhverfi. En við Ingunn Sveinsdóttir, aðstoðarskólastjóri, við skoðum bara skýrsluna og vorum nokkuð glaðar með stöðu skólans, þá að við vitum alveg, hafandi verið þarna í 23 ár, að það ýmislegt farið að láta á sjá og margt kannski vantar fínu klapp og viðhald marga staði. Glerskálinn kemur okkur ekki óvart. Við erum búin að vera hann búin að vera með vandræði við okkur lengi og kannski eins og Alfreð Alfreðsson segir, þessi hönnun á honum, hún gerir hlutina flókna og í sumar var hurð endurnýjuð til að tryggja flóttaleið. Við vorum hægt að geta opnað hana. Það var búið að skipta dúka hluta, næstglugganum, það var gert árið 2014 og við Ingunnirnar, við mátum það bara þannig ef það væri farið að skipta glerskálanum út, þá mun það kalla á skerta þjónustu og fækkun barna á meðan sú framkvæmd fer fram, sem trúlegast mun taka tíma vegna þess að það þarf að hanna verkið, það þarf að kalla á efnisöflun, vinna í árstíð sem vetur, þannig að við erum sáttar og mælum með því að ákvæði sé að fara yfir gler og samskipt og kíkta betur og láta það duga á meðan að Garðarsel með starfsemi í skólanum. Því eins og við vitum þá erum við að fara með okkar starfsemi í nýjan skóla og ef svo væri ekki þá myndum við kannski kalla eftir frekari aðgerðum fljótar. Og rakaskemmdirnar í veggplötunum, við vorum búin að hafa samband við Alfríði í haust vegna þeirra og þetta var ekki talin bráða aðgerð en samt að laga, vegna þess að svona viljum við kannski ekki hafa og þetta verður lagað milli jóla og nýjárs til að raska sem minnst starfsemi deildarinnar og ég held að þessi skemmd sé að miklu leyti komin til vegna leitu í skúringum því að þarna eru engar lagnir á þessu svæði. Nú viðhaldi í eldhúsinu sem að líka gerð athugasemd við að í mars var ákveðið að taka upp gólfdúk á svæðinu af því að við höfðum áhyggjur af því hvernig þetta leit út og við lokuðum eldhúsinu í góðu samráði við Alfreð frá föstudegi til þriðjudags og inni var alla helgina. Gólfið og svæðið hreinsað, gengi betur frá affalli frá þvottavél sem var ekki nógu vel gert í upphafi og nýr dúkur lagður. Við erum samt að fá athugasemdir í dag vegna þess að dúkurinn laus á sömu stöðum og trúlegast þetta bara allt og stuttur tími sem að gefin til svona verkefnis, það sem að bleita fyrir. En við ákvaðum að láta reyna á þetta því að við getum eiginlega ekki misst lengri tíma úr starfseminni heldur en viku að mestalagi. Þannig að við höfum bara ekki 3 vikur til að loka eldhúsið. Og væntanlega mun þetta verkefni halda áfram bara að lifa í þeirri starfsemi sem að verður þegar við Garðarsel fer. Þannig að við erum sátt með það að það standi eins og ákveðið í dag. Og síðan í síðasta lagi þá sendi ég erindi í maí til Alfreðs og Valgerðar vegna loftgæðavanda á miðrými skólans, þar sem einungis einn gluggi í enda skálans og útihurð við starfsmanningan. Og það alveg kvartað undan þungu lofti og miklum hita í þessu rými. Og það var gerð tilraun að skipta vifturnar í báðum endum skálans en þær eru mjög hávaðasamar og nýtast illa eða ekki. En þetta voru samt einu vifturnar sem pössuðu stærðarlega í þetta op. Þannig áfram höldum við því að hafa útihurð opna til að hreyfa lofti á miðrýminu á meðan hægt og ljóst að trúlegast þarf nú að hanna bara loftræstikerfi í þetta rými og verður trúlegast verkefni þegar byggingin færist yfir til grundarskóla. Annað smálegt sem verður farið í að laga og mun ekki hafa áhrif á starfsemi skólans og verður bara í höndum Alfreðs og hans manna. Þannig að við þakkum bara fyrir okkar úttekt. Já, og ég þakka sömuleiðis Ingunni fyrir góða yfirferð. Já, við erum auðvitað hér stödd til þess að fara yfir niðurstöðu verkskýrslunnar og gefa ykkur færi á að spyrja spurninga. En
En næsta skref eins og kom fram í máli Ingunnar að framkvæma þær endurbætur sem hún fór yfir og Indriði sömuleiðis minntist á að þyrfti að fara í sinni kynningu. Það sem við höfum lagt upp úr í allri okkar nálgun að tryggja að börn, nemendur, starfsfólk starfi í umhverfi sem að þau geti verið örugg í. Og við viljum tryggja það að bætt verði úr öllu sem að þarf að bæta úr. Við munum að sjálfsögðu passa upp á öll upplýsingagjöf sem að snertir framkvæmdir eða annað sem þarf að fara í, muni berast ykkur í gegnum leikskólann og síðan að sjálfsögðu öll gögn sem að koma út úr þessum fundi verða aðgengileg eftir fundin eins og ég minntist á í upphafi. Ég er nú búin að vera að tala hér svona til þess að kaupa tíma af því að ég vil endilega af því að ég möguleika að senda til okkar spurningar og ég þarf að sýna í smá þolinmæði svo ég útskýri hvað ég á við að það er 30 sekúndna seinkun frá því að ég segi ákveðin orð þangað til að það berst til ykkar og þá tekur ykkur væntanlega einhvern smá tíma að skrifa spurningar ef þið hafið þær, þannig að við getum nú tryggt að þetta allt saman sé í takt. Þannig að ég að kaupa tíma og þið vonandi að skrifa spurningar og vonandi hafið þið samt sem að fengi svör við flestum ykkar spurningum í kynningunum sem hér voru undan. Þannig að við gefum þessu bara smá tíma núna. Sjáum hvort að einhverjar ábendingar koma frá þeim sem að hlýða á fundin og hlusta. Og svo líka bara gott eins og við segjum að þaga saman. Maður meðal vinna, maður kann að þegja líka. Og ég ætla ekki að taka upp á því að syngja því að ég er mjög lélegur söngvari. Maður grínist nú aðeins með þetta. Við gefum þessu svolítinn tíma bara að hinkra. Enn eru engar spurningar komnar. Það gefa þessu svona mínútu í viðbót ef engin spurning berst. Það enn fólk inn á fundinum, þannig að ekki þannig að tækifærið er til þess að koma á spurningum á framfæri. Við erum enn vel innan tímamarka á fundinum áður en næsti fundur hefst hér á heila tímanum. Sá sem að stýrir þessari útsendingu er farin að gefa mér það merki að mér sé óhætt að fara að huga því að slíta fundinum. Og ég ætla ekki að bjóða ykkur upp á skemmtiatriði, þannig að við látum þetta gott heita og ég þakka ykkur fyrir fundin í dag, í kvöld. Verið þið sæl. Bless, bless.